við ætlum að ræða hér utanríkis- og öryggismál. Við höfum gert það svolítið með vaxandi þunga undanfarið, fengið alls konar fólk til að ræða, en það mikil degla í gangi, ekki síst eftir að Donald Trump tók við í Hvíta húsinu. Það var ljóst að Bandaríkin að breyta stefnu, rætta stefnu breytingu þeirra í Gaza og þau vilja kaupa Grænland og fleira, en í dag kom svona lína frá Bandaríkjastjórn afstöðu þeirra til Úkraínu og stríðsins þar, og Valur Ingibjarnarson hingað kominn prófessor, þetta velkomin. Ekki rétt að reyna að meta það hvað í þessu felst? Jú, þá kom svona, það var varnarmála, þessi nýju varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, Hegseth, sem sagði sem sagt að Bandaríkjamenn legðu áherslu á það, á einhverju vopnahléi þarna sem að byggjast svona til langframa, en að Bandaríkjamenn sjálfur myndu ekki senda neina hermenn til að tryggja þetta vopnahléi inn á þetta, og NATO ætti ekki að koma þarna að þessu, þetta ætti að vera einhver önnur stofnun eða eitthvað svoleiðis, og líka að þeir myndu sem sagt að Úkraínumenn gætu ekki gert ráð fyrir því að þeim hleypt í NATO. Svo þetta hansi skýr skilaboð það að þeir vilja, og líka að landamærin fyrir 2014 í Úkraínu, það var ekki raunsætt að þau myndu standa. Og það örugglega Krímskaginn yfir til Rússlands og líklega einhver af þessum hertökunsvæðum, það sem eru núna orðin 4 héruð eða fylki eða héruð, og þó þeir ráði ekki yfir með öllum, sennilega einhvers konar svona. Svo að það svona verið að greinilega þetta að vera slá nýjan tón. Þetta er UBA, því að áður hefur verið að eigi að styðja Úkraínumenn svona nóg eftir vott næstu því, var í tónnin hjá Biden. Þóttunum að stundu kengið erfiðlega að fá það gennum þingið, að þá var það stefna stjórnvalda. Einmitt. Og þetta hefur verið stefna NATO og Evrópuríkjanna, að allir ættu að styðja Úkraínu í þessu. En núna eru Bandaríkjamenn sem náttúrulega lykilaðili. Erfitt að sjá Evrópuríkin taka yfir hlutverk Bandaríkjanna. Já, Úkraínumenn segja það sjálfur, þessi vonlust. Þessi að þeir lýsa því bara yfir að þeir geti ekki tryggt í raun og veru fullveldi sitt og sjálfstæði án Bandaríkjanna. Svo það mjög greinilegt að Bandaríkjamenn munu hafa mjög mikið það að segja ef tekst að koma á vopnahléi þarna og einhvers konar lausn til frambúðar. Það eru náttúrulega að tryggja það með einhverjum skuldbindingum og öryggstryggingu gagnvart Úkraínu, en ekki með NATO. Þannig að þau ekki að fara inn í NATO. Nei. Og NATO geti ekki verið aðili að því. Nei. Þannig það það að vera... Já, og ef það eru friðargæsluliðar, þá eru það Evrópumenn og annar staðar frá. Friðargæsluliðar annar staðar frá. Svo maður veit ekki, þetta einhver lína sem var bara komið með í dag, en svo eftir að sjá. Nú stundu sagt með Trump og ríkisstjórn hans að já, hann bara að segja þetta og hann bara að kanna þetta og hann að spila út, hann lætur eins og sé einhverjum business stíl og þess vegna gott að koma fram með ítrustu kröfur strax og eitthvað fleira. Þannig mætti túlka Grænland og eitthvað fleira. En það erfitt að túlka stefnu Bandaríkjanna í Úkraínu stríðinu með þeim hætti, því að Bandaríkin eru svo mikill lykil aðili í því. Þannig að þeir segja að þeir séu ekki til í að verja landamærin frá 2014, að þeir telji að það verði að stoppa þetta, og Úkraína ekki að fara inn í NATO sem gegn samþykkt NATO 2008. Nei, það ekki í raun og veru. Vegna þess að á þeim fundi væri mitt samþykkt mjög loðin yfirlýsing sem gekk út að þau myndi ekki fara inn eða með ekki boðið formlega NATO-aðild, og það voru aðalega þjóðverjar og frakkar sem voru mótfallnir og fleiri ríki, en Bandaríkjamenn reyndu að þeim fenguð ekki gegn. Aftur á móti var orðalagi þannig að það var sagt að Úkraína yrði í bandalaginu í framtíðinni, en ekkert meira sagt. En svo þetta var ekki verið að opna á það, þó að kannski Rússar hafi túlkað svona að vera að gefa eitthvað tón, sko. En með því að segja núna að NATO geti ekki varið Jú, þá er það bara að taka upp stefnu í raun og veru Evrópuríkjanna, Bandaríkjamenn.
út af því að En í millitíðinni tóku Evrópumenn upp stefnu Bandaríkjanna. Því að við heyrðum til þess okkar utanríkisráðherra að segja að það veri bara tímaspursmál hvernig að Úkraína færi inn í NATO. Og var að enduróma bara það sem var sagt á pólitíska sviðinu út alla Evrópu. Já, ég veit ekki hvað þau kom út í því samt, sko. En þetta þýðir þarlegandi að Evrópuríkin þurfa líka að endurmeta sína stöðu. Þú segir að Úkraínumenn get ekki treyst á Evrópuríkin að þau taki yfir sess Bandaríkjanna. En það getur vel verið að, ég veit ekki, einhverjir í Evrópu telja að það sé nauðsynlegt. Já, þá komum við að því, sko, svona NATO-ríki og bara stöðu bandalagsins og það eru nokkuð bandalög við raun og veru vegna þess að þessi ríki í Austur-Evrópu og sérstaklega sem eiga landamæri á Rússlandi eins og Pólland og Eystrasaltsríkin þau taka mjög svona harða línu og við erum mjög svona vilja bara binda Bandaríkin reyna bara að binda þau eins þétt og hægt við NATO sem erfitt undir Trump og verður erfitt en þau bara taka undir hans málflutningu það að það þurfi að auka hernaðarútgjöld upp í 5% af landsframleiðslu eins og hann hefur krafist og Sum eru komin vel yfir 2% eins og Pólland og svona ekki komin bara fann nálgast 4 Pólland komin 4 og Ísland 3,5 eitthvað reyndur Bandaríkjamenn með sjálfur ekki með 3,4 en náttúrulega hlutfall bara þó þessi hlutfallslega en náttúrulega þeir eyða $900 milljörðum í herútgjöld meðan þjóðverðir eru konur í 100 milljörðum með 2 milljarða. Við lifir öllum helmingnum af öllum hernaðarútgjöldum í heiminum eru frá Bandaríkjunum, eða ekki? Jú, og 70% af NATO. Svo þetta svona alveg þeir eru algjörlega með forræði þarna en það sem er líka áhugavert, það sem Pólverjar segja, þetta minnst þeir segja bara 5% af landsframleiðslu sem getur í sumum tilfellum þýtt að kannski helmingurinn af fjárlögum ríkja fyrir í hernaðarútgjöld sem náttúrulega verður mjög erfitt að koma í gegn. Svo til dæmis, ég held að framkvæmdastjórinn hafi sagt að nú kannski meira raunsatt að tala 3,5 eða eitthvað 3,7 eitthvað svo leiðis. En allavega þess að þeir segja að þeir bara taka þegar þú veist að tala að það veri svona Trump væri businessmaður og vildi gera viðskiptasamninga og var alltaf að setja fram svona sinn málflutning í þeim anda. Og þeir segja bara, leiðin til að Bandaríkjamenn verði áfram í NATO og svona virði skuldbindingar sínar þar og eitthvað svo leið, sko, svo með að kaupa af þeim vopn. Þetta sé bara að það er bara sett svona fram. Peningum vel varð. Já, þeir segja bara þetta er leiðin. Við þurfum að taka 3% af landsframleiðslunni okkar og kaupa vopn af Bandaríkjamönnum til þess að fá trygginguna frá. Þá er það bara vel. Og það er bara sagt opið. Meðan sko ríki eins og Frakkar einmitt mjög andvíð í svona hugmyndum og segja sko, sem Frakkar hafa alltaf haft alveg frá því að de Gaulle á 7. áratugnum var það að Evrópa þyrfti að koma upp einhver meira sjálfstæði í varnarmáli þyrfti ekki vera svona háð Bandaríkjamönnum og þeir náttúrulega Frakkar fóru út úr hernaðararmi NATO á 7. áratugnum fóru ekki inn í hann fyrir Sarkozy 2008 aftur og þeir eru aftur á móti nei, þetta er náttúrulega ekki leiði til þess, við höfum frekað þá bara að styðja við baki á evróskum hergagnaðinaði til að ná eitthvað sem þeir kölluðu strategic autonomy, einhvers konar sjálfræði í þessum málaflokki. Svo að þetta er allt önnur rödd sem heyrist þar og ég get alveg trúið því að svona ríki eins og Spát sem eða kannski bara 1,5% af landsframleiðslu núna og myndi taka undir svona málflutning. Svo að það er mjög mismunandi hvernig er litið á þetta og líka þetta samband það er alveg augljóst núna innan NATO og líka bara innan Evrópusambandsins það er bara að reyna að bregðast við þessu útspili Trump á svo mörgum vígstöðum alveg frá það hann tók við og líka það var þetta haldinn fundur sem ekki var haldinn áður um hermál, bara varnarmál sem sagt á vegum Evrópusambandsins það sem Bretar líka sátu þann fund og þar var bara verið að leggja línur það að hækka hernaðarútgjöld á næstu árum og líka út af það er augljóst að menn viti ekki hvert Bandaríkjamenn eru að fara það er einn helsta ástæðan. Þó svo að Pólverjar taki undir þetta og telja eðlilegt að fara með hernaðarútgjöld svona upp þá eru þeir kannski síst allra og þau og Eystrasaltslöndin ekki ánægð með þessa stefnubreytingu gagnvart Úkraínu. Þeim líklega líta á að þarna muni aukast ógnin af Rússlandi með því að
Ég meina, maður heyri það rættir þarna innan úr þessu löndum að eina leiðin til þess að hafa eitthvað fríð og öryggi eiginlega að brjóta Rússland niður sem einhverjum hætti. Veikja það. Já, en þeir telja líka, það getur verið út eða þeir svona kannski tala málið bara eftir að Trump var kosinn. Ég var einhver ráðstefnu einmitt í Íslandi og þá var fyrirvændi forseti sem sagði það á einhverju pallborði sem var að segja það að hún væri bara leit svo á að þetta var bara gott fyrir Evrópu að fá Trump vegna þess að Biden væri svona, hún kallaði þetta væri svona líkt honum við Kissinger og þetta væri svona og þessa stefnu tant slökunarstefnuna svona alltaf tilbúin til að gera einhverja samninga við sovjetmenn og einhver svona stabiliteti og einhver svoleiðis í samskiptum. Þetta var ekki alveg rétt mætt gagnvart Biden, hann var nú frekar harður í Úkraínumálinu, það ekki það? Jú, ég leit svo á þegar hún sagði þetta, ég leit svo á þetta var nú kannski bara nýr veruleiki og það einhvern veginn að bregðast við honum og Eystrasaltsríki telja sig alveg vera mjög háð Bandaríkjamönnum og þessi ykkur leiti þess en þetta það getur, en svona í svona málflýtsku gekk út á það að Trump gæti líka hóta Rússum, ef þið gerið ekki þetta eitthvað svona, þá er ég tilbúin til að gera meiri refsi aðgerðum eitthvað svo liður sko. Það er vægi ef að Bandaríkjamenn hótur suðan, það er ekkert sérstætt vægi ef að frakkar eða nei. Bretar gera það. Þannig talað fórað með þessar ríkja. En alveg eins og Úkraína þá horfa þessi lönd á það að til þess að tryggja öryggi sitt að þá verða að hafa Bandaríkin í sínu liði. Þeim alveg sama frakkar eða þjóðverjar efli sinn her þeir eru ekkert skjól í honum. Já, það er þeirra lína dálítið á þessum nótum. Þeir vilja treysta á Washington, ekki Brussel. Nei, já, það er í öryggismálum. Já, og líka svo er þetta flókið mál eins og samskipti pólveri og þjóðveri hafa ekki verið góð síðustu ár. Bara þetta eru svona líka eldri mál, söguleg mál og eitthvað svona samskipti. Men nei, það er almennt. Það er nóg að taka ef þú rýfur upp plástra í Evrópu, þá er nóg að átökum. Já, ég er að segja það sko og já, það hefur verið þannig. En nei, svo það er svona sem svo mikilvægt er að vera að líta á NATO og þetta er ekki bandalag sem er bara sem öllu ríkinu er einhuga eitthvað, sko, vegna þess að augljóst núna er að koma fram á yfirborðið svona og líka og svo er þessi spurning alltaf líka þessi spurningum á Evrópusamband að koma sér upp her þessi sígilda spurning og þá sem hefur komið upp og aldrei neitt gerst í, aldrei. En svo er það sko, en svo er það líka sem hefur bent á að Bandaríkjamenn alltaf og Trump alltaf bent á að svona draga einhverja fórnarlamba ímynda Bandaríkjunum. Það er þessi Evrópuríkin sem svona bara notfæra sér það við raun og vera, það er bara að fá hlutin ókipis, svona free rider eins og þetta var alltaf svoleiðis. En ég meina, þetta er þetta þannig að ef að í krafti þessa forræði sem það hefur í NATO þá náttúrulega ráða mjög miklu. Þau fengu sitt fyrir peningin. Já, það er líka sem mótrök og ég meina það er ekki þetta að líta svo á, þetta eru bara líka efnahagslega, ég meina dollarinn, ég meina þetta er 60% af varagjald forræða heimsins er í dollarum, 50% af alþjóðaviðskiptum og ég meina þeir fá lán sjálfur Bandaríkjamenn náttúrulega miklu betri í kjörum og í krafti dollarsins. Svo að þú veist þetta er heldur ekki trúið að setja þetta svona fram að það sé að allir sé að vera að notfæra sér Bandaríkjamenn. En er ekki samt að einhver leyti ástæða fyrir þessu stefnu Trump er einhvern veginn þannig að hann segir við Evrópu, ég meina þið hafi komist hjá því að leggja til hernaðar og sá kostnaður hefur lagst á okkur. Þið hafi notað það svigrúm til þess að byggja þarna upp svona velferðarkerfi og eitthvað fleira í skjóli þess að þurfi ekkert að verja í hernað. Það er bara sorry, kæra fólk, þessi tíminn bara liðin. Þannig að nú verðið að taka hluta því sem að þið voruð að verja í velferðarkerfin eitthvað og fleira og láta það bara inn í hernaðin aftur. Jú, það er það sem hann er að segja og ég sjálfur þessi hugmynd er ekkert ný. Ég menn, hún kemur fram Þetta er líka svo þróun sem hann myndi vilja sjá í Evrópu að það eru dregið úr uppbyggingu velferðarkerfanna að þau eru svona líkari og honum. Ég meina, vinur hans Musk að styðja flokka sem að bara þess að eru líkari róttaka hægri flokka ríkari republikanaflokki Trump heldur en nokkrum öðrum stjórnmálaflokki.
Já, en þú var samt að líta á það að þessir róttæku hægri þjóðernisflokkar eins og AFD og svo lesa, þeir eru með fyrst þar þessi flokkar kom upp á 9. áratugnum svona, þú veist, ykkur verulega hafa ykkur áhrifis aðlega þessi svo frelsisflokkurinn í Austurríki og svona, að þá gekk þetta vola mikið út og bara ný frjálshyggju sko, þú veist, og voru ekkert að hugsa velferðarmál eitthvað svona, en stefna þessara flokka hefur á síðustu árum færst meira út í það að venda velferðarkerfi, en náttúrulega bara ekki fyrir útlendinga en svoleiðis sko, en bara fyrir eigið fólk, það þetta sem þetta hefur, svo það hefur orðið dálítið stefnubreyting þar hjá þessum flokkum, svo ég veit ekki með þessi beintengst með að veikja velferðarkerfið annars vegar og þú veist og auka útgjöldið. Þetta er samt svona mikilvæg svona efnahagsleg staðreynd fyrir Evrópu sem er að koma út úr svona daufum kafla efnahagslega með mikla víðar en hér talaðum innviðaskuldir og þannig að helst myndi kannski svona venjulegu árferði myndi álfan vilja fara út í svona nation building og eitthvað sluðis en þá kemur þessi krafa stóraukin útgjöld til hernaðar sem að eiginlega setur enn frekar að loka á þetta pluss það Já, það mun hafa þau áhrif, það alveg augljóst en svo að spurning hvað mikið úr þessu en það alveg augljóst, þetta svona trend þetta alveg, þú veist, það alveg augljóst Það keppast allir við að taka undir þótt að menn fallist ekki allir á 5% að þá eiginlega allir að tala í að auka útgjöld til hernaðar Hvað það að miklu leyti að kaupa hertól af Bandaríkjunum? Getur ykkur aukið útgjöld til hernaðar og styrt bara í einn her og landhelgisgæslu? Þetta nokkur líka sem sko með þessu sko með þessari kröfu með það eru svona 14 ríki NATO sem bara eru með þessar F-35 orustu þotur sem eru náttúrulega þú veist sem eru nýjasta nýtt og eitthvað svoleiðis og þeir eru það algjörlega háðir Bandaríkjamönnum á svo mörgum sviðum þú veist og flutningsgeta og hernaðar flutningsgeta og eitthvað svona þetta allt saman sem Evrópuríkir standi ekki undir í dag svo að þetta akkurat dálítið mótsögn í þessu þau eru annars vegar sko ef verið að gera þá kröfu sem sagt að Evrópuríkin þú veist bara veiti meiri peningum til eigin varna en á móti kemur að svo líka að gera þá kröfu að þessi keypt alltaf Bandaríkjunum þá verða það alltaf bara háð Bandaríkjunum svo það er ekki að slíta þessu sambandi heldur út af því bara hvernig þessi hergögn eru hvað Evrópuríkin eru háð bandarískum hergögnum Og það niðurstaða sem að Bandaríkjunum vilja sjá Já, það það sem kemur fram og þetta ekki bara einn dýllinn sem Trump þetta er undirliggjandi þess að segja eins og ég var að segja þér upp menn þetta bara, Pól verið að segja þetta bara beint út já, við bara erum alveg sammála við viljum bara gera þetta svona Þetta bara skattur já. En það eru ólík sjónarmið löndum sem liggja upp að Rússlandi og eru austari á álfunni heldur en Vestur-Evrópa það sem að mér hefur fundist undarlegt kannski svona síðustu 2 ár er það hvað Norðurlandaþjóðirnar eru raunverulega svona freka svolítið svona austanmegin í þessu, mjög harðar í Úkraínu, mjög harðar í svona hernaðaruppbyggingu þeir náttúrulega fóru bæði Finnar og Svíjar í NATO í kvelli og fíla sig þar vel en það er náttúrulega einn helsta ástæðan er þessi ríki eiga landamæri eins og Noregur og Finnlandi og náttúrulega Finnland alveg rísa landamæri að Rússlandi og lögsa, Svíjar lögsu líka ég held að sé bara í Úkraína það var svona mikil tengsl við Eystrasaltsríkin Já, það er alltaf verið að auka þau hefur alltaf verið frá því að kallstríðinu lauk með alls kyns svona stofnanatengslum og svoleiðis þó að það er samt augljós sko, það er ekkert að það var ákveðin svona tilneying að setja og ekki bara best að Eystrasaltsríkin að bara Norðurlandi sjá Eystrasaltsríkin eftir að Sovétríkin liðandi lók og svona bara ekki bara verið einhverjum klúbbi saman og það hefur verið að efla þessi stofnanatengslu sem segja en þetta eru samt ólík sjónamið á ýmsum sviðum og líka bara þessi reynsla þeirra af því að vera hluti af Sovétríkjunum undir áhrifasvæði þeirra Eystrasaltsríkjanna og Póllands og þá það er náttúrulega
það gerir það að verkum að það ekki að leggja þetta jöfnu, það verður ekki hægt. En ekki afstæða Norðurlandaþjóðanna kannski lík og Eystrasaltsríkjanna og Pólland sem segja svona líkillinn af öryggi okkar bara tengst við Bandaríkin, jú, meira. Og þess vegna eru Bandaríkin komin með, eða það búið að samræma allar herstöðvar bandarísku herafla og öðru slíku inn í Finnland og Svíþjóð og Jú, reyndar eftir að Trump hótaði því að leggja undir sig Grænland, þá fór Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku náttúrulega hitti kollega sinni í Evrópu og þar lögðu Frakkar til að þeir myndu senda herlið til Grænlands til að hjálpa Dönum. Það Frakkar sko, en ekki Svíar. Nei, ekki þeir kannski. En hann nú nefnt að senda herlið til Úkraínu og hann hefur orðað það hérna fyrir einhverjum 1,5 ári. Hann orðað alls konar hluti. Hann náttúrulega einhverju leiti að Frakkarnir verið svona sjálfstæðir í stefnu sinni, en svo hann líka einhvern veginn í svolítið veikri stöðu pólitískt heima. Hann alltaf eins og hann sé að leita að einhverju... Þetta var Macron. Já, Macron. Já. Ég veit ekki hvað mikið tekið mark á hann. Sko. Nei, hann einhverju leiti hann svona dead man walking í evrópsku pólitík. Já, hann er í veikri stöðu og náttúrulega heima fyrir hann er mjög veikri stöðu og líka það sem ekki hefur tekist er það að Frakkar og Þjóðir hafa ekki náð að stilla saman strengi eins og þessi öxull alltaf var alltaf að tala um það sem var í kjölfestinni í Evrópusambandur eitthvað svona og líki og það var alveg Scholz, kanslari Þýskalands og Macron náði enga veginn saman og það komi ekkert svona og allt svona frumkvæði sem Frakkar hafa oft frumkvæði á hlutunum sko, og vilja fá hinna til að taka þátt en Þjóðir sýndu því oft lítinn áhuga svo að það hefur ekki ítt undir samstöður og ekki þetta sjá fram á einhverja breytingar pólitískt í Evrópu að það verði eitthvað auðveldar endilega í framtíðinni? Nei, ekki eins og staðin er núna maður sér það ekki og en svo getur Trump haft þessi áhrif rætt alla þjóðirna saman? Já, bara saman það er alveg mjög ekki En þú nefndir Grænland og það náttúrulega þetta ekki ansi stór krísa innan NATO að þegar að stærsta ríkið og forseti þess hann nefndi þarna einhvern tímann með vopnavaldi einu sinni en svo heldur þetta áfram að núna komið frumvarp inn í bandaríska þingið svo á einhverjum manni sem heitir eitthvað Chuck að verður skiptu nafn á Grænlandi það heitir ekki lengur Grænland heldur rauð, hvít og bláland og verði hluti af Bandaríkjunum Já, þetta er bara þessi umræða heldur áfram Já, einmitt, það er alveg honum alvara en hvað sem kemur út úr þessu það er akkurat það sem er að destabilisera alla og NATO-ríkin líka hvað þetta er maður áttir sig ekki á því og þetta frumvarp, þetta er einn maður, náttúrulega einn þingmaður, þetta er náttúrulega þetta að fara í gegnum báða deildir og eitthvað svona svo maður veit ekkert hvað er úr því en þetta er bara alltaf hugmyndir alþjóðapólitík en hafa verið í gangi áður ég meina það er bara fullveldi greinilega bara í hans augum Trump bara skiptir ekki máli það lítur á þetta svona fasteignaviðskipti og þetta er svona ákveðið afturhvarf til svona valdapolítikur svona á 19. öld til dæmis allavega seinnipartinum seinniparti 19. aldar en og já þetta er og alltaf svo NATO-ríkin hafa verið að tala sko alltaf þessi frasi rule based og international order og eitthvað svoleiðis sem ég meina það er ekki að segja það nota þann frasa eftir Hvorki þarna neða það sem hann er að leggja til á Gaza sem er eiginlega enn það er með mitt sko og það er náttúrulega allir sammála um þetta sé alveg fráleit náttúrulega þessi hugmyndir sem henni að nema Ísraela reyndar en þú veist að þetta er bara allt önnur orraða líka og svo er það bara spurning hvað hann gengur langt og svo er það líka sem hann að gera hann er alltaf að svona kallað það er komið upp aftur áður í svona bandarísku utanríkisstefnu er svona linkage að tengja óskild mál saman og til að ná fram einhverju þú veist, hann getur sagt sko þú veist þetta með já, ef þið gerir þetta já, við erum tilbúin til að styðja NATO ef þið sem sagt dragið úr einhver regluverki gagnvart þessum
tæknirisum og eitthvað eins og varaforsetinn var að já, nákvæmlega eitthvað svoleiðis gervigreindina? Já, nákvæmlega eitthvað svoleiðis, já, akkurat var að segja þetta að þetta dragur hömlum á þróun hennar og eitthvað svona sko, og bara taka upp amerísk gildi að nota þetta bandarísk gildi og þetta oft sko, þetta eitthvað sem Evrópu mönnum með tamt að tala evrópsk gildi svo að hann vil snúa þessu við og þetta alveg möguleiki þú veist að þetta, hann minnum bara og tolla þessar hótanir sem sitt og tolla og kannast líkt og hann getur líka tengt þetta öryggis og varnarmálum og öðru slíku. Þannig að gjaldið fyrir að fá öryggi frá þessum stærsta herafla í heimi maður horfir frá sjónarhóli Pólverjana ekki bara að láta kannski farið 3% landsframleiðslu í að kaupa hergögnin heldur að breyta lögum til þess að hendur Bandaríkjunum og að ekki styðja palestínumenn þegar að hann fer út í einhver aðgerðir í þetta getur náttúrulega haldið áfram. Já, ég er að segja þetta tengið þetta með þess að langar með að spyrja nú ertu hvorki í Pólverjunni í Ítali segjum við verðum að horfa á þetta Grænlandsmál þaðan þegar við erum svolítið nálægt í það kannski þannig að Pólverjinn segir ég meina who cares hver á þetta Grænland ég meina ef að Bandaríkjamenn vilja það að ekki ætla ég að stefna samskiptum við Bandaríkjunni hættu út af einhverju sem ég var ekki eins og inn í þau mér bara samanmyndar Nei, þeir myndu sennilega líta bara sá að Úkraína skiptir okkur miklu meira máli heldur en Grænland og þeir myndu sennilega ekki blanda sér inn í það mál en það voru svona sömu önnur ríki sem eru tilbúin til að styðja við bakið á. Já, maður sá hvert metti fór á Norðurlöndin, svo fór til Þýskalands og Frakklands og Brussel og svo heim. Þannig að hann fór ekkert sveinar eða austur. Þannig að þá velti maður fyrir sig hversu alvarlega taka aðra þjóðir í NATO þessu máli. Þú veist, þetta NATO-krísa eða þetta bara krísa sem að Danmörk í innan NATO? Já, þetta mitt spurning og auðvitað ef við myndi gera alvöru úr þessu með einhverjum hætti, þá þetta náttúrulega krísa algjör krís í NATO. Já, ef að myndi betta eitthvað svo leiðis, bara taka. Líklega ætlar þessi það ekki, hann ætlar bara að búa til vaxandi þrýstingur þannig til að Danirnir upplifi það að þeir verði einhvern veginn að semja. Kannski horfir hann á það að það verði vaxandi vilji innan Grænlands að skipta herraþjóð. Já, einmitt, eitthvað svoleiðis að þessi verið að semja þessi einhver svona viðskiptadíl, þetta gerir eitthvað svona enda, það er svo áhugavert, það er alltaf sagt, já, við erum alveg tilbúin, þessi hugmynd gengur ekki upp, en við erum samt alveg tilbúin til að semja viðskipti og annað slíkt, það er alltaf, því er alltaf bætt við, þú veist, til að gangast alltaf inn á þessu orðræðu og þegar hann bara eitthvað svona sem kallar á ensku transactional, hann vil bara alltaf vera að semja og díla og eitthvað svoleiðis og þá bara eru aðrir þjóðarleiðtogar sem bara svara oft með þessum hætti, ég meina það nú bara síðast þegar konungur Jórdaníu var í Hvítahúsinu í gær, hann segir eitthvað svona, já, það er náttúrulega fráleitt þessi hugmynd Gaza að senda íbúana burtu frá Gaza en aftur við erum alveg tilbúin til að ræða þú veist, frekar þessi máli eða eitthvað svoleiðis, því er alltaf bætt við. Það er allt falt fyrir rétt og upp. Já, svona þannig hugsar hann og Trump hugsar þannig og þá bara, maður sér að þetta er reyna að laga sig að þessu og vona síðan bara að þetta hverfi og hann hætti að taka á annað. Þannig virkar það náttúrulega að þetta lofa ríkjum fjárhagsaðstoð eða einhverju stuðningi eða ívilninum og öllu þessu eins og hefur verið gert og þannig hafa Bandaríkjamenn byggt upp heimsveldi sitt með því. En það er líka þannig að öryggis sjónarmiðin, að þau hafa líka þessi áhrif að þú beygir þið undir alls konar hluti. Þú storkar ekki öryggiðinnu nema fyrir eitthvað sem er bara lífspursmál fyrir þig. Þannig að ef að það er þannig að austurhluti Evrópu lítur á að það sé bara lífspursmál fyrir þau að tengjast Bandaríkjunum, annars getur þau allt von á því að Rússarnir bara komi ekki núna, það komaði bara ekkert að þá eru menn kannski til að kyngja ótrúlega. Það er og þetta getur líka leitt til meiri sundrúkar innan Evrópu, milli ríkja, dreigir fram þess að við verðum að tala dreigir fram þennan mun og stefnu ríkja. Sem á bæði við NATO og líklega líka þá Evrópusamband. Já, og líka svo á náttúrulega bandamenn hreinlega, lít á Orbán, Ungverjalandi og Fico, með jákvæða líka í Slóvakíu. Svo þetta er eiginlega svona þrískiptilega, þetta er bæði
sko því að náttúrulega og bæði Orbán og Fico eru bara miklu hliðhollari Rússum og vil ekki taka þátt í neinu til að styrkja steðið baki á Úkraínu og svona, að taka alltaf aðra línu til þess heldur pólverur og Eystrasaltsríkin í því. Svo með frakkar og svona Suður-Evrópuríkin eins og Ítalía, eins og Spánn, eins og Ítalía þetta sér á báti líka með Meloni sem svona, þeirra samband gott og hann hefur ekkert minnst sérstaklega, ég allavega ekki séð það, hann hafi minnst á það að Ítalar þurfu eitthvað sérstaklega að eyða meiri í hermál en þeir eru mjög neðarlega 1,5% af landsframleiðslu og svo þetta er mjög svona mikil óvissi í þessu líka og bara dálítið sundrung meðal Evrópuríkja. En er þetta rekið áfram að einhverju svona mati og öryggishagsmunum Bandaríkjanna eða hann að reyna að hafa áhrif á pólitík Evrópu? Því þú nefnir að hann nefnir ekki Ítalíu vegna þess að Meloni hefur nú ávarpað republikanafundin og svona hans svona helsta stuðningslið og líka eins og Orbán og mörguleiti tala þau þegar þau koma til Bandaríkjanna að tala alveg eins og republikanar og allt inni fer maður að upplifa að þetta sé eiginlega sama pólitíska hreyfingin sem að þú veist að veikja Washington og styrkja fylkin, að veikja Brussel og styrkja London og margt sem líkt í þessu. Bandaríkjastjórn að reyna að hafa áhrif á pólitíska uppbyggingu í Evrópu eins og þau sannarlega gerðu á kaldastríðsárunum? Eftir að koma í ljós hvað er gert, nú það aðalega Elon Musk sem að skipta sér með beinum hætti af stjórnmálum í Evrópu. En þetta einmitt sko, það sem gerir þetta líka flókið er að Trump svona ámargt sameiginlegt með þessum populistaflokkum, þú veist, og þessi armur innan republikanflokksins, þessi þjóðernis armur, þú veist, þessu MAGA og eitthvað svoleiðis, sko, sem svona populískur hægri hreyfing sem hefur alltaf verið til staðar republikanflokkum, eins og McCarthy tíðanbylunu, teboðshreyfingin og svona, þetta kemur alltaf upp sem í, og það svona ákveðin spenna svo milli þessa arms sem kemur stundum upp og svo nú bara haldið niðri og íhaldsmanna bara hreinlega sem er ekkert í raun og veru og margir á þinginu er ekkert í sjálfu sér á línu Trump sko, þingmenn republikana, þú veist, en þegar hann bara ræður núna flokknum, það er svo þessi lína en þú, til dæmis svo Steve Bannon sem var náttúrulega fyrsti starfsmannastjóri endist nú ekki lengi hafði áhuga á evrópsku stjórnmálum mjög og var alltaf með þetta, vildi búa til bara, vildi sameina þessa flokki einhverju hreyfingu og vildi sjálfur vera þar í aðalhlutverki á sínum tíma eftir á fyrra kjörtímabili Trumps en sko hann hefur bara sagt að byrjunni sko hann er alveg á móti Elon Musk og hann kallar sko hann og þessa tækni mógula hann talar þessu tækni lénsherrar techno-feudalism og þetta er bara dæmi techno-feudalism þessi reyndar svo þetta alltaf interessant að þessi frasi kemur frá Varoufakis fyrirverandi fjármálaráðherra Grikklands skrifaði bók sem gengur út á þetta hann bara tekur þetta upp sem náttúrulega bara á vinstri línunni en hann tekur þetta upp og einmitt að nota þetta gegn íhaldsmönnum sko, sem tengjast og á þingi og líka sem eru innan stjórnarinnar eins þeir sem einhver þó að þessi miklu minnum svona establishment menn þar en á fyrra kjörtímabilinu að þá hann samt að segja að þetta séu stórhættulegir menn sko, það er svo að það er þarna innan líka stjórnarinnar og innan þessar hreyfingar Trumps það er líka tekist þar mikið á og milli þessarar því að þeim Bannon, hann er svona maður sem bara talar bara svona efnaðslega þjóðernishyggju einmitt svona að komum við fyrir innflutning á bara fólki, þú veist eitthvað svona og innflytjendum og stöðva innflutning á fólki og annaði þeimdur en alveg og vill skattleggja auðjöfra bara eins og þessa tæknimógla og hann vill hann að berjast fyrir þessu hann að berjast gegn Trump innanfrá svo þetta er líka dálítið áhugavert og þetta svona birtist líka þó en svo með þessu mótsegnin svo aftur mútið Elon Musk að raun að vera styðja þessa flokka í Evrópu sem Bannon getur líka alveg gert eins og AfD þessa svona þjóðernisflokka róttæka þjóðernisflokka herrvænum svo þetta er svona margt í gangi þetta er svona þessari hægri bylgju Herðu, en við erum hérna í miðju Atlantshafi á áhrifasvæði Bandaríkjanna
og við erum með varnarsamning sem að manni finnst núna í ljósi umræðinu á Grænland að kannski skiptir bara engu máli. Ég meina, Bandaríkjamenn munu bara taka þetta ef á þarf að halda. En við þurfum ekki að gera samning um það. Það taka Ísland? Já, taka Ísland. Já, það þarf ekki að gera samning um þetta. Það bara, þeir skilgreind út á sínum öryggishagsmunum að ef það verður ófriður í norðurhveli jarðar, þá verður þeir að hafa Ísland. Og þeir munu taka það, hvort sem við höfum samning um það eða ekki. Þú veist að því að það verður eitthvað svo bert í hvernig þeir tala Grænland að þeir telja sig bara eiginlega hafa það. Þeir hafa fengið að hafa alla þannig herna sem að vilja þarna, en þeir telja það ekki vera nóg. Og þá stundu sagt og ég veit að út af þessu hvernig Trump lætur og hvað áhrif hann hefur á öryggismál í Evrópu og öðru slíku og hvort það sé hægt að stóla á hann og annað slíkt að nú sé komið tími að Íslendingar snúi sig þá að Evrópu að það sé eiginlega en eins og þú búin að vera að lýsa Evrópu að þá eiginlega ekkert það eiginlega eitthvað bjöllur hann að hringja á því að það ekkert ljóst sko hvert væri haldið í því að margir innan Evrópu treysti ekki einu svona Evrópu sko. Akkur eftir við þá að snúa okkur að Evrópu vegna þess að það var ekki lengur á það stólandi að treysta á Bandaríkin. Já, jú, þetta sko ég held að verði mjög lítið talað núna raun og veru svona Bandaríkin í þessu samhengi og miklu meira NATO og þá svona dregin uppdálítið mynd af NATO þú veist að þessu Evrópuríkin í NATO sem Íslendingar eiga með sameiginlegt með. En Bandaríkin stjórna NATO og stýra því? Já, en það bara ekki orðað þannig. Ég held að það verði bara út af því að ég gerir ráð fyrir því að íslensk stjórnvöld vilja ekki fara að vekja athygli á Íslandi núna. Þú veist, eins og hann talar Grænland bara næsti nágranni. Þú veist, og svo að en þetta opnar þetta spurningar bara hver stefnir hér og líka ef hann myndi gera eitthvað þú veist, þetta enn sem komið þetta orða og sem samt tekinn dálítið alvarlega sem við verðum að ræða og en bara hver þið bara almennis álitið á Íslandi myndi líka geta bara breyst á bara svipstundu og bara sko, eða myndi fara að gera alvöru úr sem hótinu sínum þú veist, eitthvað svona svo að þetta ansi snúin staða í raun og veru sem Íslendingur í núna þú veist að vera svona undir ratatnum fyrir næstu að stóla á það og en síðan þetta opna veist, þessi hugmyndum Evrópa hvers konar, það var líka sagt eftir að Bandaríkjamenn fóru hérna og ég taldi að sambandi við Evrópu myndi aukast miklu meira en gerði síðan sko. Þú veist, eftir að Bandaríkjamenn fóru 2006 og sýndu Íslandi engan áhuga í 10 ár og þá yrði leitast þá voru gerðir svona eitthvað meira symbolískir svona einhverjir öryggissamningar við nágrannaríki eitthvað svona en ég held að ég stóð í þeim meiningu 2006 að það yrði farið miklu svona með skiplegri hætti því að trista einhver samskipti í Evrópu. En var það ekki á þessum tíma ítti þetta ekki svolítið undir að kannski svo það mættilega rekja fríverslunarsamningi við Kína til þess að þegar Bandaríkjamenn fara eða herinn, að þá fara Íslendingar að leita sér að einhverju svona öðruvísi neti að treysta sér á og afraksturinn var eiginlega aukinn samskipti við Asíu og náttúrulega umsókninu með Evrópusambandið mætti kannski ekki ég held bara kannski meiri fókus á þá en ég leit svo að þetta verið svona þetta sem í Kína og svona, þetta var svona tilraunastarfsemi og sérstaklega þegar Ísland var svona veikt eftir hrunið og líka mættum andstöðu náttúrulega bara við að fá aðstoð efnahagsaðstoð strax eftir hrun svo þetta var svona leitun þetta var svona sem kallar á ensku hedging þú veist bara ef allir að snúi okkur baki þá verðum við bara að leita annað eins og menn sögðu eins og Geir Haarde sagði bara við erum að leita annað þegar Rússaláni komu upp ég meina að vinur okkar ekki tilbúin til að stýra okkur, við að leita annað svo þetta svona dæmin svoleiðis en ég held kannski, en það var náttúrulega líka á þeim tíma, það var ekki litið á að það var einhver hernaðarógn sem væri eitthvað svona yfirvofandi á þeim tíma heldur þetta var svona, svo, og Bandaríkjamenn skiptu sér ekkit að þessu upprunalega þú veist að þessi aukna tengstu Kína og eitthvað svona og það skiptu sér ekkit að þessu það verður ekki fyrir nú Trump tímanum nei, það gerist ekki fyrir síðar og með þessari nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna sem var með tekin upp á Trump fyrir að kjörtímabilið Trump það sem bara Kínverjar eru óvinurinn og Rússanum með 2 svona eða þá veist í þessari þjóðaröryggisstefnu þetta er svona en Kína og síðan hafa Bandaríkjamenn endurskoðað og líta á að þeir verði hafa eitthvað svona örugt aðgengi að norðurslóðum og það er ástæðan fyrir þeir að tala Kanada og Grænland
og við erum hann eitthvað þar í púljunni, líklega það að þeir telji sig ekki geta varið hagsmuni sína á norðurslóðum bara sem fulltrúi Alaska. Ég getur það í huga, það sé liggja bak við þetta Kanadatal líka, sko, að þeir þurfi bara að hafa meiri, að því að hinum einn eftir með Rússland sem með helmingin af öllu svæðinu sem snýrað norðurslóðum. Jú, ég held að bara, sko, Bandaríkjamenn er ekki norðurslóða þjóð í sjálfu sér, svona Arctic Nation, eins og Kanadamenn eru bara, þetta svona alveg mjög sterkt í þeirra sjálfsmynd og utanríkisstefnu. En ég veist að tala sko, það sem gerðist á þessu tímabili sem við erum að tala sko, frá 2008 til 2016, 14 eftir þetta krím og svona, þá í raun og veru það var bara verið að vekja athygli á norðurskautunum svona, en Bandaríkjamenn voru ekki sérstaklega að sýna þessu mikinn áhuga, þú veist, í sjálfu sér, sko. Og svo bara eftir Krímska og svona, þá beinist athyglin meira að norður Atlantshafi og svona, og þess vegna koma þeir hingað, bara með þessu umsvið hér, kapota, leit og eitthvað svo leið, sko. Og þá svo út af það var alltaf litið svo að norðurslóðir, að norðurskautið, þetta náttúrulega, þetta er ekki eitt, þetta er þessi hugtök. Þeir eru átt blanda saman einhvern veginn, þú veist, norðurslóðir svo vítt, en sko þetta er kallað á ensku Arctic, þú veist, og svo nota normenn á ensku, þú veist, þeir tala þetta á ensku, tala High North, sem líka eitthvað sem þeir skilgreina sjálfir og eitthvað svona, en hérna á Íslandi þá svona, bara norðurslóðir bara allt undir einhvern veginn, líka norður Atlantshaf og svona, en þarna var alltaf sérstaklega áður fyrir voru gerð svona greinamunur á Arctic, norðurskautinu og svo norður Atlantshafinu, sko, norðurskautsvæðið og norður Atlantshafinu, svo þetta hugtak norðurslóðir svo vítt einhvern veginn og maður bara það líka þeirra stjórnmálamenn stundum að tala þetta svona, þeir blanda þessu öllu saman eitthvað, sko. Og það reyndar í svona hermálum og svona er alltaf þessi svona þessi tilraun til að aðgreina þessi tvö svæði, það ekki að ganga núna, þetta allt orðið miklu meira svona þú veist, litið á þetta svona og talaði þetta svona sem andráni vegna þess að það var svo mikil áhersla lögð á það þegar að vera að tala norðurskautið, það var alltaf hér, þetta væri friðarsvæði þú veist, það var líka alltaf þess vegna þarna væri bara norðurskautsríkin 8 sem innu bara saman í sátt og samlyndi og jafnvel eftir Krímska var svona, nei, við verðum samt halda þessu samstarf og þess vegna var svo mikil áhersla lögð á það að aðgreina þetta svæði frá öðrum svæðum þegar svo norður Atlantshafinu sem allt gefur svo við erum að sjá þetta líka þessi tími bara liðin já, algjörlega liðin og þess vegna ég að nefna þetta og Bandaríkjamenn myndi ekki líta svo að þeir bara þurfi bara meira pláss við borðið og það við ætlum ekki að una því að Kanadamenn og norðmenn séu að geta okkar hagsmuna á móti Rússum það verður að koma þarna bara einhver sterkur maður á móti Rússum það geta lögsast og endur það sko en ég veit að innan þess Norðurskautsráðsins og svona þetta er náttúrulega þetta er starf þetta er bara dysfunctional ráðið eins og í dag ég meina það er ekkert raunverulegt samstarf þarna á milli, það er bara þessi 7 ríki og svo Rússland ég meina það er akkurat en það er svona verið að reyna að halda einhverju sambandi við Rússland svona allavega tákrænu eins og eitthvað í gangi vegna þess að það eru svo mörg ríki sem telja ef Norðurskautsráðið verður bara lagt niður og Rússar segja sig úr því og eins og það segja, með 50% af svæðinu þá getur bara Rússar ok, við myndum bara annað bandalag með Kínverjum og Suður Afrikumönnum með einhverjum sem við viljum vinna með þú veist á þessu sveg og það svona sem þau minnst sem normenn og svona vilja það ekki þú veist, vilja ekki þú veist, bara gera sér vonum það í framtíðinu verið einhvern veginn hægt að semja þetta að nýju og ná einhvers konar lendingu í þessu það ekki að gerast í dag Það samt meira núna heldur en var kannski fyrir 20 árum að Ísland sé komið svona nær einhverjum svona ekki kannski átakasvæðum en svona ágreiningssvæðum sem það breytt afstæða til norðursins og síðan Evrópa gangi gennum mikla breytingar hérna hefur Evrópa einhvern annan kost heldur en að fara bara upp í hernaðaruppbyggingu að kröfu Bandaríkjanna og þar leiðandi þurfa þá að stokka aðeins upp sko áherslur í ríkisbúskapnum og endurskilgreina ríkið með einhverjum hætti
einhver möguleiki á því að mynda einhver svona fara einhverja friðarlið að reyna að byggja upp eðlileg samskipti og viðskipti við Rússland og Kína þó svo að það sé gegn hagsmunum Bandaríkjanna. Það náttúrulega mjög ólíkir hagsmunir ef að Bandaríkjamenn skilgreina Kína sem sinn höfuð andstæðing þá lendir Evrópa í stórkostlega vanda sko. Og eru þegar. Já, það er akkurat að bæta því ofan á hernaðaruppbygginguna og stöðnun í innviðum og mikla þörf á því að byggja upp kerfið eftir langvarandi viðskipta, þá er þetta eiginlega bara orðið verkefni sem er ekki hægt að leysa Evrópu lengur. Nei, þetta er allt svo mótsagnakent, sko. Annars vegar eru svona ríki eins og frakkar, þjóðir eins og frakkar sem segja við verðum að Evrópa vera sjálfstæðri í þessum málaflokki og auka þessuna líka útgjöld sem þetta hermála og líka bera ábyrgð á þessum málaflokki og óháð Bandaríkjamönnum. En á sama tíma gengur þetta allt út á það eins og við vorum að tala áðan að þeir eru svo háðum bara varandi hergögn og annað herbúnað og eitthvað svona að það er svo erfitt að gera þetta á sama tíma. Þú veist, að ná einhver svona strategic autonomy annars vegar og vera svona háð Bandaríkjamönnum svo, nei, það er einmitt og ég á eftir að sjá það sérstaklega eins og ég segi, maður sér það ekki gerast að nefni í ákveðnum ríkjum eins og Eystrasaltsríkin eða allavega Ísland veit og Pólland þessi ríki styðja þessa kröfum 5% og ætla sér bara að ná því 5% landsframleiðslu en þetta gerist ekki út öðrum Evrópuríkjum og sama hætti, alls ekki. Og þessi umræða svona ólíka hagsmuni ríkjanna og kannski öðruvísis kannski áskoranir sem að ríkin var að horfa fram á heldur var bara fyrir 5 eða 10 árum að maður verður ekki beint varfið svona þykka umræðu svona endurskoðun á stefnu Evrópu. Nei. Það eru bara allir svo uppteknir einhvern veginn með sitt einhvern veginn. Það er svo mikil pólitísku upplist í öllum löndunum sem að snúast einhverju alltaf mál að það Nei, maður sér ekki það sem það er að gerast reynda Þetta er ekki svo 10. áratúri það sem var eiginlega svona eins og áratúr Evrópu það sem að var fullt af umræðu út alla Evrópu sko, hvað ætti að verða Evrópusambandið og ætti að verða sambandsríki og hvernig Evrópa ætti að spila einhvern veginn sjálfstætt í heimsmálunum það er bara enginn að ræða þetta í dag og Evrópuher og alls sko, það er enginn Nei, það er enginn að þetta sama þetta og svo líka sko og þetta er akkurat sem að tala svona þessar tengingar sem Trump-stjórnin vilja svona leggja upp mikla áherslu á þið gerir þetta og gerir við þetta og eitthvað svona sko svona, að þá til dæmis með Kína það er svo erfitt sko Evrópuríkin vilja alls ekki ganga svo langt á Bandaríkjamenn almennt gagnvart Kína að svona loka á Kína en þeir kalla þetta sko svona ensku orðið de-risking þú veist það er orðið svona það er ekki að aftengjast með nokkum hætti Kína en svona með nálgast samskipti í Kína með varúð. En þá getur mitt Bandaríkjamenn gert á kröfu, heyrðu, þið verið að taka upp okkar stefnu í málefni Kína, þú veist, ef við hefum að hjálpa ykkur. Þetta er akkurat, svo þetta er mjög erfið staða sem Evrópuríkin er í núna. Og mun kannski skýrast það einhver leiti á næstu misserum? Kannski ekki, kannski er þetta bara óvissu og spennu ástand. Það er þannig núna, það veit enginn. Það er óvissu ástand. Óvissu og spennu ástand. Já, það maður að líta á þannig. Herðu, Valur, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur öryggis og utanríkismál. Alltaf gaman að fá þig, takk. En við höldum hér áfram við rauðaborðið að reyna að skilja hana heim sem við lifum í, sem er alltaf að breytast, þannig að við höfum aldrei undan. Næsti kafli er eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.